efra fjórðungamarkinu, svo skeggið nær þangað, en hér eru við orðin meira en 1,5 hæðin á þessum kassa frá fjórðungamarkinu og því merkjum við það með punkti. Punktaritt aðeins í lokin, stuðlaritt notum við til þess að skoða eina talnabreytu í einu og kassarittin líka eina talnabreytu í einu sem við getum svo mögulega skipt upp eftir einhverju flokkabreytu. En aftur á móti, ef við viljum skoða samband á milli tveggja talnabreyta, að þá notum við punktaritt. Gildi annarra breyturnar á y-ásnum, það sá lóðrétti, og hinnar á x-ásnum og það sá lárétti. Þegar önnur breytan skýribreyta og hinn svarbreyta svarbreytan alltaf á y-ásnum og skýribreytan á x-ásnum. Og hér sjáum við dæmi punktaritt. Hér við tvær talnabreytur, það hæð og þyngd og punktarnir hér til þess sem einstaklingur sem tæpir 1,90 á hæð og 60 kíló. Þá erum við komin í gegnum þennan glærupakka sem fjallaði seinni hluta kaflans myndarna framsetningu og ég þakka áheyrnina. Bless, bless.